Amen. Takk, Jesús. Ég ætla að fara að tala ensku. Lífið yndislegt. Mér langar til að biðja ykkur að rísa á fætur. Ég vil að allir heilsi ykkurum sem þarf ekki séð áður og segi velkomin í Smárakirkju. Allir. Takk, Jesús. Þannig að allir eru velkomnir, bara þannig vitið það. Amen. Er ekki drengur minn dásamlegur? Amen. Ég er svo stolt af því hann og systir hans hafa ákveðið að ganga þessa göngu. Mikið. Þetta er alvöru, það sem við köllum alvöru ávöxtur. Þetta er alvöru ávöxtur. Það sem ég langar til að tala við ykkur í dag er líka praktískt. Mér er svo mikilvægt að þegar við tölum orð Guðs, er að við tölum það ekki það háfleygt, enginn skilji það og geti í rauninni nýta í lífinu. Út af orð Guðs er praktískt. Hann er persónlegur Guð. Hann þráir að koma inn í aðstæður þínar og hann þráir að gefa þér líf með tilgang. Líf í gnægð. Og við erum búin að fara sem kirkja í gegnum, við erum að lesa saman orð Guðs og þvílíkt sem þetta er magnað að lesa svona orð Guðs saman. Finnst ykkur þetta ekki magnað, krakkar? Og við erum búin að vera að lesa Móse, við erum búin að vera að lesa Abraham að sjálfsögðu og nú erum við að lesa Davíð konung og við erum að lesa líka Nýja testament og við erum að lesa þetta allt svona í sambland. Og það eru svo margir sem að skilja ekki að allt orð Guðs er nytsamt. Allt orð Guðs er magnað fyrir okkur í dag. Það sem við þurfum að gera þegar við lesum allt orð Guðs er að lesa það með gleraugum Jesú. Út af Jesús er frá byrjun til enda. Jesús er í öllu orðinu. Og einn besta líking af Jesú kemur einmitt fram í þessum köflum sem við erum nýbúin að lesa Davíð. Davíð konungur, Guð gaf honum eilífan konungdóm. Af því hann var fullkominn? Nei. Davíð var langt frá því að vera fullkominn einstaklingur. Sem betur fer er Guð ekki að leita fullkomnu fólki. Því annars gæti hann ekki notað neitt okkar. Hann leitar að fólki sem er með ákveðið hjartalag. Og Davíð hafði einstakt hjartalag. Hann hafði einstakt hjartalag. Davíð var þannig maður, hann gerði fullt af mistökum og syndgaði og svo framvegis. En hann var með einstakt hjartalag gagnvart Guði því hann treysti Guði. Og þegar hann gerði rangt þá iðraðist hann. Hann er ekki eins og sumir sem að neita að taka ábyrgð og bara þverskallast í gegnum lífið. Hann tók ábyrgð og hann var einlægur frammi fyrir Guði. Og vinir, ef við þurfum eitthvað á þessu land okkar, það er fólk sem er einlægt fyrir Guð. Sem að leyfir Guði að eiga við hjartað. Og ég er búin að tala svo mikið það hvernig Guð vill reisa upp fólk, hann vill reisa upp karaktera sem að geta borið blessun Guðs, sem að bera ríkulegan ávöxt, vinir. Og ég trúi því að Guð hefur kallað þessa kirkju til þess að vera eins og lampi á hæð sem að mun setja ljós út fyrir fullt af fólki. Og vinir, við erum bara rétt að byrja, Guð er rétt að byrja. Og vinir, við þurfum að læra því sem að kemur fram í ritningunni þannig að við lifum lífi sem er í gnægð. Að við lifum ekki í mistökum fortíðarinnar eða í synd gærdagsins. Að við stöndum upp á hverjum einasta degi og við áttum okkur að því að náð Guðs er ný á hverjum degi. Og vinir, í dag þá er náðin ný. Guð er góður. Og jafnvel þótt að þú sér kannski að fara í gegnum einhverja kringumstæð þá er Guð góður.
Hann reynda bara frábær. Og mér langar til þess að ræða í dag, hvernig við eins og Davíð konungur getum vakið upp morgunroðan. Og á ensku heitir þetta I will awaken the dawn. Og þið getið spurt ykkur skrítið orðalag, ég mun vekja upp morgunroðan. Við stýrum ekki því hvort þessi dagur eða nótt, það rétt. Og við förum öll í gegnum erfiða kringumstæður, það rétt. Við förum öll í gegnum, og ef þú hefur aldrei farið í gegnum erfiða kringumstæður, þá ertu bara hreinlega ekki búin að lifa nógu lengi. Það bara satt. Ég að segja sannleikann eða hvað? Þetta bara satt. Og vinir, við förum öll í gegnum erfiða kringumstæður. Það bara eðli málsins samkvæmt. En vinir, við þurfum ekki að lifa í erfiðum kringumstæðum. Við byggjum ekki hús í eyðimörkinni. Við byggjum ekki hús þar sem við eigum að labba í gegn. Við þurfum að biðja Guð að vekja upp morgunroðan. Við þurfum að læra af reynslunni og við þurfum að halda áfram. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk Jesús. Þannig að mér langar til að fara í Sálm 57. Sálmur 57, við erum nýbúin að lesa hann í því sem við erum búin að vera að læra saman. Við erum að lesa saman orðið. Og ég hvet ykkur til þess, talið við alla hérna eftir samkomu ef þið viljið taka þátt í þessari áætlun sem við erum að lesa út af þetta blessað. Og þetta Davíð sem að tala í Sálmi. Og hann að segja svo í kafla 57 versi 8, hjarta mitt stöðugt. Guð, hjarta mitt stöðugt. Ég vil syngja og leika. Í versi 9, vakna þú sál mín, vakna þú, harpa og gía. Ég vil vekja morgunroðan. Ég vil lofa þig meðal líðana. Þetta Davíð. Ég vil lofa þig meðal líðana. Drottinn, vegsama þig meðal þjóðana. Hann skammaði sín ekki fyrir Guð sinn. Og ég þrá að vera eins og Davíð, ég skammast mín ekki fyrir Guð. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Og við eigum að vera þannig, það blessun í því. En þetta orðalag, ég vil vekja upp morgunroðan. Ég vil vekja upp morgunroðan. Vinir, getum við virkilega vakið upp morgunroðan? Það tvisvar í ritningunum sem að Davíð notar þetta orðalag. Ég vil vekja upp morgunroðan. Hann notar þetta tvisvar. Í fyrra skiptið að þá var hann hundeltur af Sál. Hann búinn að flýja úr konungshöllinni. Sál var afbrýðsamur. Hann þoldi ekki Davíð því að líðurinn elskaði Davíð. Og Guð hafði smurt Davíð til að vera næsta konung í Ísrael. Nema Sál þoldi það ekki. Það var illur andi í Sál sem að vildi eyðileggja Davíð því hann sá eitthvað innra með Davíð sem að hann átti ekki. Og vinir, þarna var Davíð smurður til að vera konungur. Og þú getur hugsað, hvernig stendur á því að fólk sem smurt til að gera eitthvað ákveðna hluti getur lent í erfiðum kringumstæðum aftur og aftur og aftur. Davíð var hundeltur í mörg ár. Hann var hundeltur í mörg ár og hann var alltaf að reyna að passa líf sitt því að hann var alltaf að reyna að drepa hann Sál. Og vinni, stundum það þannig að það bara eins og rignir yfir okkur. Það rignir yfir okkur stanslaust og á þessum tímapunkti þegar Davíð ritar þennan sálm að þá Sál á eftir honum og Davíð þurfti að fela sig í helli frá Sál út af því hann var bara rétt mjög nálægt honum og hann þurfti að fela sig. Og hvað gerir Davíð í þessum kringumstæðum? Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að játa út hver drottin er. Hann gerir það sama nokkrum segjum missurum seinna, reyndar sennilega nokkrum árum seinna. Þá Davíð aftur búinn að vera hundeltur í fjölda ára. Hann búinn að sanga að sér mönnum sem eru útlagar eins og hann. Þeir voru kallaðir kappar Davíðs. Þetta voru bara útlagar. Menn sem hafði brotið af sér
í heimahögum og voru með Davíð og voru bestu vinir Davíðs og Davíð var stríðsmaður mikill og hann náði árangur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur. Og hann var að gera hluti og hann fór með stríðsmönnum sínum og var í einhvers konar reiti og svo kemur hann aftur og hann kemur aftur til Siklag. Og hvað gerist? Það búið að ræna öllu. Konurnar, börnin, dýrin þeirra, allt sem þau áttu var tekið. Og við erum að tala vinir, Davíð hafði séð svarta tíma. En þarna var hann útlægi. Hann átti ekki neitt í sjálfu sér. Hrakinn frá sínum heimahögum. Og meiri sem útlægi þá einhvern veginn lendir hann í þessu hræðilegu kringumstæðum. Og við erum að tala stundum rignir og stundum rignir enn meira. Þannig voru kringumstæðna sem að Davíð var í. Hann var í hræðilegum kringumstæðum. Þetta var sennilega versti dagur sem að Davíð hafði upplifað. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvernig hún leið. Og vinir, á þessum tíma að þegar hann sér allt farið, þá leggst hann á grúfu hann Davíð og hann grætur og grætur og grætur og grætur. Ég elska þetta við Davíð, hann hafði svo mjúkt hjarta. Hann bara grét, en það gat hann ekkert annað. Hann grét. Og vinir, það ekkert athugavert við það. Þegar við göngum í gegnum erfiðleika, að við förum á grú og við grátum og við segjum við Drottinn, hjálpaðu mér. Og við förum að lýsa kringumstæðum okkar, það ekkert athugavert við það. Guð vill heyra það sem að amar að. Má ég heyra amen? Guð vill heyra það sem að amar að. Og ef þú ert að gangi í gegnum erfiðleika, segðu Drottni þá. Það það besta sem að þú getur gert. Farðu á grúfu og reyndu bara að gráta frammi fyrir honum. En sagan endar ekki þar, sem betur fer. Förum í fyrri Samúelsbók í 30. kafla. Þið getið nefnilega ímyndað ykkur því að mennirnir sem að hann var búin að hitta, sem voru útlag kappar Davíðs, á þessum tímapunkti snerust gegn honum. Þeir voru brjálaðir. Þessi kappar sem hefðu fylgt honum í gegnum allt, fylgt honum í gegnum bara hvaðeina. Þeir fengu nóg og þeir ætluðu að drepa Davíð. Og við erum að tala versti dagur í lífi Davíðs, án efa. Lesum saman í versi 6. Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmenn hans vildu grýta hann, svo betrir voru þeir vegna sona sinna og dætra. En hvað gerir Davíð? En Davíð leitaði styrks hjá Drottni. Vinir, Davíð leitaði styrks hjá Drottni. Og vinir, þegar við skoðum þetta orð, leitaði styrks, þá þýðir það að setja akkeri sitt í Drottinn. Og ég veit ekki hversu oft ég farið í gegnum þannig reynslur að það eina sem ég hef átt eftir að leita Guðs. Og ég get sagt ykkur það, þegar ekkert eftir, þá skilurðu að Guð nóg. Guð mikið meira en nóg. Og vinir, þegar þú ert í kringumstæðum sem enginn getur höndlað, settu akkerið þitt aftur til Drottins. Hrestu þig upp í Guði. Ekki fara í símann. Ekki tala illum fólkið sem búið að gera þig mein. Ekki fara á Facebook og skrifa ykkur á rosa pósta eitthvað sem búin að gera þér eitthvað. Farðu fram fyrir Drottinn og hrestu þig við í Guði þínum. Hrestu þig við í Guði þínum. Því að Guð engin hlutur megn. Guð ekki búin að klára dæmið. Vinir, Guð að verka í kringumstæðunum. Þegar við hressum okkur upp í Guði, þá Guð að verka í kringumstæðunum. Treystiði mér, sagan ekki búin. Og vinir, hvað gerist? Jú, Guð talaði til Davíðs og hann sagði, farðu aftur, farðu þangað. Og þú munt finna hvern einasta einstakling og öll
féð og allt sem var tekið frá þér, þú munt ná þessu öllu tilbaka. Og vinir, á aðeins nokkrum dögum þá fór Davíð, náði allt sitt hafurtask tilbaka. Því að Guð sannur. Guð sannur. Og ég ætla líka að segja ykkur eitt. 3 dögum seinna, þá var Davíð orðinn konungur í Júdu. Guð verkar í kringumstæðinum þegar þú ferð að lofa hann í kringumstæðinum. Guð fer að verka í lífið þínu þegar þú lætur af því að berjast í eigin mætti og þú fer að treysta Guði. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú sleppir hlutunum og þú leggur það við fætur drottins og þú ferð að lyfta upp nafni drottins. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú ferð að segja hversu stór hann er. Því að Guð býr í lofgjör líðsins. Guð býr í lofgjör líðsins. Má ég heyra amen? Biblían talar á kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur að morgni. Og vinir, hvernig við getum stytt þennan tíma þar sem að þú ert á miðnættustund. Við sjáum það líka í Nýja testamentinu þegar Páll og Sílas voru að predika fagnaðarerindið. Vinir, þeir voru að predika fagnaðarerindið og fyrir það var þeim hent í fangelsi. En hvað gerum við þegar kringumstæðurnar eru þannig þeir henda okkur í fangelsi? Hvað gerum við á miðnætur tíma, vinir? Við förum að lofa Guð. Við förum að lofa Guð. Við förum að lyfta upp nafni Jesú. Við förum að blessa hann þegar kringumstæðurnar segja ekkert endilega það. Og hvað gerist? Það kom landskjálfti. Það kom landskjálfti þegar þeir fóru að lyfta upp nafni drottins. Það kom landskjálfti sem gerði að verkum að allir hlekkir duttu af þeim. Og vinir, kannski þú hér í dag. Þú ert búin að fara í gegnum erfiða reynslu. Þú ert búin að fara í gegnum kringumstæður. Og þú ert jafnvel með hlekki fortíðar á höndum og fótum. Vitið hver besta leiðin þín til að gera akkurat núna? Það er að lyfta upp nafni Jesú. Það er að fara að lofa hann í kringumstæðunum. Það er að fara að þakka honum fyrir. Gera þakkir í öllum hlutum. Það er leiðin. Það er alltaf leiðin. Og vinir, í staðin fyrir að vera föst í einhvern kringumstæðum og vera að barma okkur alla daga endalaust. Þá skulum við leggja hlutina við fætur Jesú. Við skulum leggja kringumstæðuna við fætur Jesú. Við skulum leyfa honum að vinna í kringumstæðunum. Má ég heyra með henn? Þetta er bara frekar góð predikun. Halleluja. Mér langar að byrja aðeins fyrir í þessum sálmi sem að Davíð söng eða samdi fyrir drottin. Í versi 5. Það var ekki eins og hann sagði ekki sannleikann. Hann sagði sannleikann hvernig hún leið. En hann sagði sannleikann við drottin, vinir. Og leiðin okkar út úr kringumstæðum er að vera hreinskilin. Förum aftur í vers 6. Ég ligg innan ljón sem hungrar í menn. Tennur þeirra eru spjót og örvar, tungu þeirra bitur sverð. Sýn þig á himnum, Herri Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörvalla jörðina. Þetta var maður í þroti í rauninni. Þeir lögðu net fyrir fætur mér og beygðu sál mína, þeir gróf með gryfju, en fjallu sjálfur í hana. Svo kemur þetta orð sela. Og sela þýðir í rauninni, það breytist aðeins krafturinn í tónlistinni. Hann segir þetta á svona ljúfum nótum. Hann er að lýsa fyrir Guði, hann er bara að segja sannleikann. Hann er ekki dramatísk, hann er bara að segja þeir lögðu net fyrir mig. Þau vildu eyðileggja mig. Þetta er bara staðan, drottin, ég er bara að gefa þér hana. En þegar hann fer að lofa drottin, þá fer hann að bæta í. Af hverju? Því hann vildi leggja fókusin á það að hann ætlaði að lyfta upp nafni Jesú í kringumstæðunum. Lesum þetta aftur í því samengi. Hjarta mitt er stöðugt
Og vinir, hjartans var ekki stöðugt en hann talaði líf. Og vinir, við þurfum að fara að læra að tala líf yfir okkar lífum. Hjarta mitt er stöðugt, Guð. Hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú sál mín, vakna þú harpa og gía. Ég vil vekja upp morgunróðan. Og hann er að tala svona, hann er að tala krafti. Ég vil lofa þig með að líðana. Ég vil lofa þig á samkomum. Ég vil lofa þig allstaðar. Það er það sem að Davíð var að segja. Hann sagði, það mun ekkert halda aftur af því að ég mun lofa þig. Og ég mun gera það frammi fyrir öllum. Og þið sjá mig kannski og mömmi hérna dansa á fremsta bekk. Davíð dansaði þannig. Þegar hann lofaði Guð, þá lofaði hann Guð með öllu hjarta og líkama. Hann dansaði frammi fyrir Guði. Og honum var alveg sama ef að fólk hneykslaðist á honum. Hann sagði bara, megið þið hneykslast. Ég ætla bara að lofa Drottinn enn frekar. Ég ætla sko að vera eins og fífl frammi fyrir fólki. Og ég elska það. Honum var bara alveg sama hvað fólki fannst. Hún var ekki sama hvað Guði fannst. Og vinir, leyfið mér aðeins að útskýra. Lofgjörð er auðvitað það sem við gerum á sunnudögum. Þegar við komum hérna saman og við syngjum lög og við lyftum upp nafni Drottins, það er klárlega lofgjörð. En lofgjörð er meira en það. Lofgjörð er að vakna hvernig einasta morgun. Eiga samfélag við frelsarinn okkar. Þakk honum fyrir líðandi stund. Þakk honum fyrir blessanir hans. Þakk honum fyrir allt það góða sem hann hefur gefið okkur. Það er lofgjörð. Vinir, líf okkar á að vera lofgjörð. Í umferðinni þá eigum við að hafa okkur eins og menn og konur. Megum hafa okkur eins og konur. Líf okkar á að vera lofgjörð. Og leyfið mér að útskýra. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið kvíðinn. Þakklæti og kvíði búa ekki á sama stað. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið reiður. Þegar þú ert þakklátur, þá er friður í lífiðinu. Þegar þú ert þakklátur, þá ertu nálægur Guði. Þannig að vinir, Guð er ekkert að fara fram á að við grípum næsta gítar og við förum að búa til einhverja tónlist. Sumir kunni ekkert að búa til tónlist. En líf okkar á að vera lofgjörð. Hvernig við komum fram við fólk. Hvernig við komum fram við maka okkar. Og ég er enda svo rosalega heppin, ég á frábæra maka sem að kemur opaslega vel fram við mig. Og ég get sagt ykkur það, að það er lofgjörð. Lofgjörð er ekki bara að koma inn á sunnudögum út af það geta allir lyft upp höndum. Spurningin er, hvernig ertu bak við lokaðar dyr? Og þegar Davíð var að semja sína sálma, þá var hann einn. Hann var einn með Guði og hann leyfði hjartanu að tala við Guð. Hann tengdist Guði með alveg sérstökum hætti. Og vinni Davíð misti 4 börn á sinni ævi. Hann fór í gegnum alls konar hræðilegar kringumstæður. En hann misti aldrei lofgjörðina sem að var í hjarta hans. Hann hélt alltaf áfram. Og lykillinn að því að vekja upp morgunroða er að lofa Guð í kringumstæðunum. Er að þakka honum fyrir kringumstæðunar. Er að blessa Guð fyrir allt það sem við erum að gangi í gegnum. Því að Davíð, þegar hann gekk inn í Siglag, þá vissi hann ekki af því að 3 dögum seinna, þá myndi Guð gefa honum konungdóminn. En það var eftir einlæga lofgjörð, þegar hann fór eftir röddu Guðs, sem að Guð gaf honum það sem hann var alla tíð búin að lofa honum. Konungdóm. Og vinni, kannski ert þú á þeim stað, að þú upplifir eins og þú sé stöðugt á erfiðum stað. Það er búið að vera eyðimerkur ganga, trekk í trekk. Vinni, ég skal bara lofa ykkur því að þú byrjar að lofa hann. Að þú byrjar að þakka honum, að þú byrjar að lyfta upp nafni Jesú. Þá getur þú vakið upp morgunroða. Ég er ekki samfærð.
Má ég heyra amen? Það sem að Guð gerir með kringumstæðum, eins og þessum. Þegar við förum að blessa hann og lofa hann, það breytir ekki Guði. Það breytir okkur. Það breytir okkur. Og ég get alveg sagt ykkur það. Þegar ég lít tilbaka, kringumstæðurnar sem hafa virkilega breytt mér, voru erfiðar. Það voru erfiðustu kringumstæðurnar sem að breyttu mér. Þau deyddu eitthvað í mér sem þurfti að deyða. Egóið okkar þarf að deyja. Minn vilji þarf að deyja. Ég vil hans vilja. Og vinir, þegar við förum að lofa Guð í kringumstæðunum, þá breytir hann þér. Hann breytir þér og hann verkar í kringumstæðunum til þess að koma fram vilja sínum. Þannig að ekki streitast á móti, ekki vera pirrast, ekki búa í fortíðinni. Leyfðu Guð að halda áfram með líf þitt. Páll sagði þetta svona, ég gleymi því sem að baki er. Og hvað ger ég seilist eftir því sem framundan er. Og auðvitað var Páll ekki að tala um það að þú bara missir allt í einu minnið og munir ekki neitt. Nei, þetta hefur með það að gera að þú býrð ekki lengur í fortíðinni. Þú býrð ekki í, þið vitið, æskunniðinni, þar sem að þú varst meiddur og þú leggur það fram fyrir Drottinn og svo heldur þú áfram. Þú ferð að lofa hann í öllum hlutum. Þú ferð að gefa þakkir í öllum hlutum. Má ég heyra amen? Og þannig virkar það, vinir. Því hann er frábær. Halleluja. Ég gleymi því sem að baki er. Halleluja. Hann býr í lofgjörð liðsins. Er ég búin að tala rosalega lengi? Tókst aðeins svo langar til mig. Ég held samt að við sem alveg kom, er þetta ekki bara fínt? Ef við ekki bara stoppa hér? Nei? Halleluja. Í öðru Korinthubréfi 4:6. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri. Leta skína í hjarta mitt til þess að birtu legð af þekkingin og dyr Guðs eins og hann skín frá ásjónu Jesú Krist. Það er það sem að Guð er að gera. Hann vill að ljós hans sé birta. Vinir, þú átt að vera, Guð hefur gefið þér ljós og hvernig þú bregst við kringumstæður lífsins getur verið svo mikilvægt fyrir annað fólk sem er í kringum þig. Og leyfið mig bara að segja eitt, vegna þessa hvernig Davíð brást við kringumstæðunum. Það hafði áhrif á alla kappa Davíðs líka. Davíð var fyrirmynd. Og vinir, Guð er að kalla fólk til þess að vera fyrirmyndir. Veri ekki heyrandi orðsins heldur gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Við þurfum að vera gerendur orðsins. Ég ætla að láta gott heita í dag. Mér finnst bara, ég er búin að segja nóg. Rísum á fætur. Halleluja. Þannig að við ætlum að vera gjörendur.